og velkomin í þáttinn Fasteignir og heimili. Að venju fjölbreyttur þáttur hjá okkur í kvöld. Við ætlum að byrja á því að hitta Elvu Ósk Ágústsdóttur sem stílisti og blaðamaður með meiru. Hún nýkomin heim af hönnunarhátíð frá Kaupmannahöfn og hefur frá mörgu að segja. Því næst ætlum við að heilsa upp á hana Mörtu Gunnarsdóttur sem framkvæmdastjóri hjá Mótulus. Við ætlum að heimsækja hana upp á Akranes í Asparskó þar sem að klára nýjasta verkefni sitt en þau að hanna og framleiða einingarhús. Og að lokum þá kemur til okkur hann Grétar Jónasson sem framkvæmdastjóri hjá félagi Fasteignasala. Hann ætlar að kynna okkur þá þjónustu og ráðgjöf sem þar í boði. Velkomin í þáttinn til okkar, Elva. Takk fyrir. Þú ert nýkomin af hönnunarhátíð sem haldin var í Kaupmannahöfn á dögunum. Já. Þú ert náttúrulega full af innblæstri og sást mikið af nýjungum. Já. Ertu til að leyfa okkur aðeins að njóta með þér? Já. Ég var sem sagt á hátíð sem heitir 3 Days of Design og haldin í Kaupmannahöfn ár hvert. Fyrst var þetta haldið árið 2012 en þá náttúrulega ekki með svona miklu eða svona stóru sniði eins og þetta í dag. Í dag voru sem sagt 150 fyrirtæki sem tóku þátt í hátíðinni og ég eiginlega kýs að kalla þetta veislu út, þetta svo mikið veisla fyrir mann að mæta. 150 fyrirtæki? Já, þetta rosa mikið. Já. En ég fer sem sagt þarna út og sem sagt þessa 3 daga sem að hátíðin stendur yfir. Já. Og heimsæki þá 48 fyrirtæki á þessum 3 dögum. Já. Og þannig að það alveg mikið að komast yfir, þannig að maður alveg að frá snemma morgni bara langt fram á kvöld. Og það heilmikið kringum þetta sem við erum að gera. Þú veist, það allt í þessu, það matur og það kynningar og nýjum vörum og annað og svona. Já, það sem sagt þannig að ég fylgdi svokölluðum svona blaðamannahóp. Já. Það eru líka hópar fyrir arkitekta sem eru þá bara að fara að skoða annars konar fyrirtæki eða þá að fá annars konar upplýsingar. Já. En ég fylgdi svokölluðum blaðamannahóp og hef gert það síðustu 3 ár, þannig að þetta 3. skipti sem ég fer. Já. Og þá maður svona hluti af hópið af fólki, blaðamönnum sem koma alls staðar að heiminum. Já. Þannig að maður kynnist líka fullt af nýjum andlitum og eignast nýja vini í leiðinni. Já. Og svo förum við bara þennan rúnt með ákveðnum gætum sem að fara með okkur á milli sýningarrýma og þar tekið á móti okkur með, og við erum frædd hvað alltaf nýjasta í straumum og stefnum og hvað eru nýjustu, vörurnar sem eru að koma á markað og fáum jafnvel að hitta hönnuna sem standa á bakvið vörurnar, þar sem að þeir eru að kynna og segja frá hugmyndinni sinni. Já. Og það alltaf ríkulega tekið á móti okkur með mat og drykk eiginlega á flestum stöðum og eiginlega bara ótrúlegt hvað maður hefur einhvern veginn upplifað því að þetta verður allt svo sýnilegt einhvern veginn þegar það svona áþreifanlegt í leiðinni, skilurðu. Já, og þú færði líka bara tilfinninguna og upplifunina þú ert að fá að kynnast hverju vöru sem í boði Já, og það náttúrulega allt öðruvísi að fara á staðinn og upplifa þetta svona frá fyrstu hendi heldur en að vera að sjá þetta á netinu, skilurðu mig, þannig að þá maður miklu meira svona í sambandi við bæði eigendur fyrirtækjanna og líka sem að mér finnst ótrúlega mikilvægt það líka bara að tala saman við aðra blaðamenn og stílista. Því að þá getum við deilt okkar upplýsingum og reynslu og áhuga sem slíku. Já, akkurat. Hvað var svona áhugaverðast? Nú erum við að tala stefnur og strauma og nýjungar sem eru að koma fram bæði liti og hönnunarvöru. Hvað myndir þú segja þessi svona áhugaverð sem eru að koma nýtt inn? Það sem að mér fannst ótrúlega áhugavert í þessari ferð var til dæmis það að flestöll sýningarrýmin voru svo, þetta náttúrulega allt rosalega fallega byggingar sem að þessi fyrirtæki búa í og það eru allir þessi litir og það eru öll þessar innsetningar með þurrkuðum blómum og stráum í bara öllum regnbogans litum sem einhvern veginn út af því að
þegar þú ert kannski með sófa eða stól og svo ertu að reyna að búa til eitthvað svona umhverfi í kringum það og þá verður einhvern veginn alltaf blóm og allt svona litríkt í kringum vörurnar sem að gerir það meira svona, hvað maður að segja, konfekt fyrir augað, þannig, skilurðu. Það er bara orðið augnakonfekt. Já, eiginlega. En það er mikið af, til dæmis, ég tók mikið eftir þessum svona mosagræna lit í, þú veist, húsgögnum sem er svona, hann er svolítið svona pínu eins og sé skítur en hann er mjög fallegur, mikið af dökkbláu og gulu og í raun eru bara allir litir í gangi. En það sem er kannski svona, það sem vakti líka athygli hjá mér var það að öll fyrirtækin eru farin að snúast svolítið mikið um það að vera umhverfisvæn. Að gera allt, þú veist, alla framleiðsluna eins umhverfisvæna og hægt er. Þannig að það er, þú veist, það er orðið mikið vitundavakning í því. Já, bara virkilega. Og það var til dæmis eitt nýtt fyrirtæki sem heitir Takt. Þeir eru búin að fá þennan stimpil. Og það er mjög erfitt að fá þennan stimpil því að þú þarft, allur skógurinn þarf að vera umhverfisvænn, vélarnar og allt þetta þurfa að standast ákveðnar kröfur sem höggva tré niður. Þannig að það er alveg svona ýmislegt sem að þú þarft að standast til þess að fá þennan stimpil. Og mér fannst það mjög gott að sjá hvað fyrirtækin eru með þetta alveg fremst í fararbroddi. Þetta er fremst í fararbroddi, þetta er framtíðin. Þannig að við sjáum núna stefnur og straumar, það er að vera umhverfisvænn, litríkur og svolítið kannski líka jarðlitir. Og þetta er svona það sem að koma skal. Já, akkurat. Hvaða fyrirtæki fannst þið vera svona eftirsóknarverðustu fyrirtækin? Ég myndi segja að það væri til dæmis Montana. Þeir eru þekktir húsgagnaframleiðendur fyrir hillurnar sína sérstaklega og þar heimsótti ég alveg einstakt sýningarrými. Það er einhvern veginn bara að koma heim til þeirra er bara alltaf jafn dásamlegt. Og þar var hún Margreti Óðgard sem er litasérfræðingur og hún var sem sagt að hanna 39 liti fyrir Montana. 39 liti og yfirleitt koma þeir koma alltaf með á ákveðnu millibili, þú veist, ára fresti, þá koma kannski með 8-9 liti. En nú eru sem sagt 39 litir að koma og það var svo áhugavert að sjá út af því að þetta margir litir og maður er kannski oft svolítið pínur hræddur við að blanda saman litum, en það er svo áhugavert að sjá einhvern veginn bara hvernig þau setja saman litina. Bara einhvern veginn hvernig maður getur alveg þorað að fara eins út fyrir boxið. Þú veist, maður þurfi ekkert að vera hræddur og fastur í svörtu, hvít og gráu alltaf. Eins og mikið búið að vera. Það er búið að vera mjög mikið svart, hvít og grátt. Akkurat. Og það er rosalega gaman að sjá sýningarrýmin hjá þeim alltaf og ég mæli alveg með því ef maður er staddur í Kaupmannahöfn bara að kíkja í sýningarrýmið þeirra og það er opið og það er alveg svona öðruvísi upplifun, getur maður sagt. Gaman að vita því. Já. Margreti hannaði líka nýja liti fyrir textílframleiðandann Kvadrat og var með 37 nýja liti þar en þeir eru einmitt farnir að endurvinna öll efnin sín aftur og framleiða ný efni sem er ótrúlega jákvætt. Mjög jákvætt. En við heimsóttum líka fyrirtæki sem heitir Menu og þeir eru náttúrulega bara dásamlegir í húsgögnum og fylgilutum fyrir heimilið. Og þau voru að opna hótel. Þau voru bara að opna hótel og sýningarrými á einu stað sem er bara með útisvæði og það er með fundaraðstöðu og það er með kaffihúsi þannig að maður bara getur droppað inn og bara kíkt á kaffihúsið og lesið blöðin og bækur og þetta er einhvern veginn svona allt öðruvísi stemning. Þannig að þetta er mjög spennandi. Þetta er mjög spennandi og þetta er líka það sem hefur farið að sjást svolítið meira í verslunum úti og hjá svona fyrirtækjum að þau eru farin að vera með kaffihús og annars konar svona afþreyingu inn í sýningarrýmunum þeirra eða jafnvel bara verslunum sem að mér finnst alveg skemmtileg þróun. Mjög svo. En svo kannski eitt sem að vakti svolítið svona hrifningu mína að það var að fara til fyrirtæki sem heitir Denizen
en þeir framleiða sem sagt gólfefni, eða þú veist vinna mikið með við og eru þekktir fyrir svona falleg gólfefni, svona planka. Já. Og fyrst var ég einhvern veginn ekki með neina væntingar, eitthvað erum við að fara þangað, en svo þegar við komum þangað inn, að þá var þar kona sem norskur artisti, eða sem sagt listamaður, og hún hafði sem sagt fengið það verkefni frá fyrirtækinu að búa til sem sagt ilmi af öllu ferlinu frá því að tréð út í skógi. Já. Þangað til það kemur á gólfið heima hjá þér. Þannig að við vorum að finna ilmi, allt frá því bara að finna svitalyktina frá vinnumanninum yfir í ilmina frá vélunum og bara yfir þangað til gólfið full búið. Þetta mjög fróðlegt. Þetta rosalega fróðlegt og þetta var bara gert svona, já, og þetta vakti svona, kveikti á þessum nokkrum skynfærum hjá manni sem að mér fannst ótrúlega áhugavert og skemmtilegt. Þetta mjög spennandi. Þetta hefur greinilega verið mjög flott hönnunarhátíð og það ógirni af skemmtilegu efni sem í gangi. Já. Frábært. Það verður gaman að fylgjast með þessu og takk kærlega fyrir að líta til okkar. Takk sömuleiðis. Næst það auglýsingar en farið ekki langt því við ætlum að heilsa upp á hana Bertu Gunnarsdóttur, framkvæmdastjóra hjá Mótilus. Grænmetið sem ber merkið okkar ræktað með hreinu íslensku vatni. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Í verslun okkar á Tunguhálsi 10 farðu góð ráð auk úrval smurefna og öryggisvara. Svo alltaf opið á kemi.is. Kemi, svo allt gangi smurt. Kemi.is. Nýjung á Íslandi. Titanium golf sem fegrar rýmið. Epoxyverk.is. Eignasala.is kynnir nýbyggingu á Dalsbraut 4. Það kostar ekkert að koma og skoða. Eignasala.is. Gakktu í bæinn. Fasteignasalan Bær opnar fyrir þér dyrnar að fasteignamarkaðnum. Fasteignasalan Bær, Kópavogi og Selfossi. Frá stofnun Stundarinnar hefur engin einkarekinn miðill fengið fleiri tilnefningar til blaðamannaverðlauna. Styðjum sjálfstæða rannsóknarblaðamennsku. Velkomin aftur í þáttinn. Nú ætlum við að bregða okkur upp á Akranes og heilsa upp á hana Bertu. Takk fyrir að bjóða okkur hingað upp á Skaga, í Asparskógana. Þið eru með þessi einingarhús hjá Mótilus. Segðu okkur aðeins frá tilurð þessa fyrirtækis. Já, það var þannig að árið 2016 stóðu ég og móðir mín báðar á svona ákveðnum krossgötum í lífi okkar. Og við hefðum lengi fylgst með þessari framleiðslu í gegnum fjölskyldufyrirtæki hennar móður minnar og höfðum mikinn áhuga í rauninni á þessum svona fullframleiddu húsum sem að verksmiðjan var að byrja að gera. Og þannig varð úr að við ákváðum bara að láta reyna á þetta fyrir íslenska markað og svona sjá hvort þetta geti ekki verið eitthvað sem að íslensku markaðar væri opinn fyrir. Og það svona fór í rauninni bara rólega á stað. Við vissum svona kannski ekki alveg hvernig markaðurinn myndi taka við þessu. Svona þetta fyrsta sem við hugsuðum var að reyna að hugsa vöruna sem við ætlum að bjóða væri þá svona viðbót við núverandi heimili, mögulega ferðaþjónustu og eitthvað slíkt. Það var svona byrjunin? Já, þar byrjuðum við og heldum að við yrðum svona bara í því. Og þannig var það svo sem fyrstu næstu 2 árin okkar að við endum í því að vera vorum mjög heppnar að við náðum að sannfæra okkar fyrstu kaupendur að kaupa vöruna á þess að hafa séð hana. Og seldum fyrst 10 hús undir Eyjafell í ferðaþjónustu þar og það bara gekk rosalega vel og í rauninni bara í framhaldinu fórum við síðan og byggðum hótel fyrir aðilar sem að það heitir Magma Hótel, rétt í Kirkjubæjarklaustri. Mjög glæsilegt, sem myndir af því. Já, það var ekki góða lukku og þeir tóku 13 hús þar og eru síðan með svona þjónustumiðstöð hjá sér.
og kom rosalega vel út og alveg einstaklega skemmtileg hús, svona lúxusútgáfan. Mjög flott. Og síðan í rauninni fórum við framhaldinu því og hittum þarna lítið fjölskyldufyrirtæki í Grindavík sem hafði hug að fara í ferðaþjónustu og vildi setja þar upp svona 10 smáhýsi straxstæð eða módúla og þannig að það svona, svo eftir það þá svona auðvitað í rauninni vorum við orðin pínulítið svona og kannski komin svona smá óróleiki á ferðaþjónustu markaðinn, svo allir vita og við fórum svona að hugsa að þú veist það væri kannski gott að hafa ekki öll eggin í sömu körfu, svona horfa í rauninni á aðra, þú veist, svona fleiri möguleika á markaðnum. Og við byrjum í rauninni mjög snemma, bara fljótlega eftir bara rétt eftir stofnun Bjargs íbúðarfélags sem við komum okkur í sambandi þá og lýstum yfir áhuga að skoða verkefni fyrir þá og það varð úr að við gerðum samningu þá að byggja 33 íbúðir á Akranesi. Og það þýddi fyrir okkur að við þurftum svolítið rauninni að fara út fyrir boxi og vorum alltaf að fara rauninni í allt öðruvísi markað. Við vorum að fara í íbúðir og samsetta módúla rauninni og sem að þýddi það að varan var ekkert alveg eins og framkvæmdin var ekkert alveg eins og við vorum vön. Þannig að við bara rauninni tókum svolítið áhættuna og svona ákvaðum að pína okkur bara út fyrir boxið og koma okkur þarna inn. Og þannig að þetta verkefni upp á Akranesi svona okkar prófraun í þessu að setja upp 2 hæða íbúðablokk þar sem að íbúðir eru ýmist fullbúin eða koma sem einn módúll, bara íbúðin alveg tilbúin eða þá eru samsett 2 módúlar settir saman þannig að íbúðin verður síðan ein heild þegar þessi 2 eru komin saman. Mjög skemmtilegt. Og svona, hver eru svona í raun og veru helstu markmið ykkar með þessari þjónustu sem þið að bjóða upp á með þessu módúlum? Sko, við höfum alltaf verið rosalega drifin fyrir því í rauninni að bjóða betri vöru á í rauninni undir markaðsverði. Það náttúrulega þegar við fórum í samstarf með Bjargi þá í rauninni það var líka rosalega góður lærdómur vegna þess að þeir eru náttúrulega með mjög ströng viðmið í sínum verðum og við í rauninni þurftum bara að fara ofan í hvern kjöl í fyrirtækinu og sjá hvernig við getum framkvæmt þetta sko. Og á sem hagkvæmasta hátt. Ég er að segja það, því það er náttúrulega yfirskriftin á þessu verkefni hjá þeim er náttúrulega hagkvæm húsnæði og þar á meðal kostnaðurinn er algjöru lágmarki með það sem við þekkjum á íslensku markaði. Sem er náttúrulega mjög gott og mjög vænlegur kostur, þetta er góður kostur, valkostur fyrir fólk. Já, algjörlega. Og þannig að við fórum í gegnum dýrmæta lærdóm í því og þannig að við okkar markmið er náttúrulega bara að geta boðið í rauninni gæða vöru og líka bara svolítið að við höfum unni í því í rauninni frá stofnun að svolítið opna huga Íslendinga fyrir timburi. Timbur sem byggingarefni og við höfum náttúrulega, það vita það allir að við erum búin að vera föst í steypunni í rauninni frá því að bara fólk fór að byggja á Íslandi. Þannig að við erum algjörlega talsmenn timbursins. En svo líka er ákveðnir kostir við þessi einingahús eins og ég las mér til segðu okkur aðeins frá þessum helstu kostum sem að mæli með því að fólk fái sér einingahúsin. Já, það er náttúrulega, svo við byrjum bara á í rauninni framkvæmdahraðinn er náttúrulega allt öðruvísi en þekkist í rauninni í þessum með þessum hefðbundna steypu byggingamáta hérna á landi. Og það er í rauninni ferli í mjög grófum dráttum er náttúrulega bara þannig að fólk ákveður hvern einasta hlut. Þú veist, það velur klósett, það velur lita veggi, það velur bara í rauninni öll blöndunartæki áður en framleiðsla hefst. Þannig að það er svolítið intensive, við slett á ensku, intensive vinna á þeim stað í ferlinu en að því loknu getur fólk síðan bara að fara að sinna öðrum verkefnum meðan húsin eru í framleiðslu vegna þess að síðan þegar húsin komið til landsins þá er bara allt tilbúið. Allt komið, þetta gerist mjög hratt. Já, þetta gerist mjög hratt og við byrjum til dæmis að framleiða þessa blokk fyrir Bjarg í nóvember og húsin, það komi 40 módúlar 22 íbúðir til landsins í lok mars, byrjun apríl. Já, það er vel gert. Þetta er mikill hraði. Þannig að það er kannski ef ég nefni það númer 1 og svo auðvitað númer 2,
þá erum við algjörlega á því að timbur sé mikið umhverfisvænna byggingarefni heldur en nokkuð tíma steypa. Já. Það náttúrulega staðreynd að 8% af CO2-mengun í heiminum til komin vegna sementsframleiðslu. Þannig að við viljum meina með því að nota timbur sem byggingarefni þá sé rauninni við séum með góð kolefnisspor og séum að huga umhverfinu og þar að auki rauninni allt timbur sem notað í þessi hús sem bara í rauninni öll uppbygging hússins unnin úr sjálfbærum skógum sem þýðir að fyrir hvert tré sem er hoggið fyrir í framleiðsluna öðru plantað. Þannig að má eiginlega segja að timbur sé í rauninni kolefnisjafnandi. Þannig að þarna þið eru með umhverfisvænar og góðar vörur. Já, við erum alveg á því og þar að auki ertu ekki með þessar rakaskemmdir. Það er minni líkur á rakaskemmdum og töluvert minni líkur og maður finnur það bara þegar maður kemur inn í timburhús að loftið er loftgæðin eru önnur. Já, þau eru önnur. Það er notalega að vera í timburhúsi. En þegar þið eru búin að fá rosalega góð viðbrögð og þið finnir bara, er þetta ekki sókn, þessi markaður bara ekki nákvæmlega í sókn? Jú, og við sjáum það bara, við lítum meira þess að bara út fyrir Ísland að þetta er náttúrulega það sem að koma skal. Við vorum auðvitað kannski aðeins á undan markaðnum hérna í Íslandi, við vorum langt fyrst til að koma með þessa módula hugsun hérna til landsins. Þetta þekktist ekki, þetta voru einingarhúsin, búin að vera svolítið tíma á einhverja alveg búin að vera að setja það á markað hérna, en þetta er svona einu skrefi lengra. Og jú, Þetta er frábært. Það verður gaman að fylgjast með ykkur í framtíðinni og gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir. Takk. Þáttinn til okkar, Grétar. Takk hérlega fyrir það. Þú ert framkvæmdastjóri félags fasteignasala og þið eru að bjóða upp á heilmikla þjónustu og ráðgjöf fyrir neytendur. Geturðu sagt okkur aðeins frá þeirri þjónustu sem eru að bjóða upp á? Já, það er þannig þjónusta. Fólk getur hringt í símatíma til okkar sem er 2 í viku. Já. Og þetta kom til vegna þess að það var margoft fólk að hringja og hafði áhyggjur hinn og þessu í gegnum fasteignaviðskiptin. En það hafði engan vettvang til að leita með sín mál. Þannig við ákváðum, horfðum til Norðurlandana, þetta er í Noregi, Svíþjóð og Danmörku, þá hafa öll félög fasteignasala í þessum löndum. Þau hafa öll ráðið sérstakann bara lögmandi starfa, bara til þess eins að sinna svona þjónustuhlutverki bara við neytendur. Já, það tryggja þeirra réttinda og annars líka. Algjörlega, og þetta er bara líka til að skapa góða ásýnd og til að skapa svona bara traust og trúnað. Því auðvitað er þetta ofta að hagsmunir fasteignasala fara bara saman með neytendum. Að það sé bara öryggi og gott umtal og hlutirnir séu bara í lagi. Þannig að á grunni þessa þá ákváðum við að taka upp bara samskonar þjónustu og þessi systurfélag okkar á Norðurlöndunum eru með. Þannig að við bjóðum upp á þetta núna 2 í viku. Og þetta er frí þjónusta? Þetta er frí þjónusta og auðvitað er hugsunin kannski aðalega að þetta eru bara svona samtöl þar sem við förum yfir og maður fer svona yfir með fólkinu, svona yfir þeirra stöðu og langoftast er þetta nú þannig að þá leysist, það kemur bara skilningur á málunum og fólk áttar sig alveg á hvað málin snúast. En svo kunna koma alltaf eitt og eitt málu. Sem eru þess eðlis sem kalla á kannski að maður skoði gögnin frekar. Og þannig að í svona algjörum undantekningum þá fer einhver aukin skoðun fram á málunum. Akkúrat, besta mál. En nú er ekkert langt síðan að það nú krafa það að fasteignasalar fengju löggildingu. Já. Og hefur orðið mikið breyting á eftir þessi löggilding tók gildi. Já, þetta var alveg gríðarlega stórt og mikilvægt mál á sínu tíma og ég segi bara einn stærsta réttabót fyrir neytendur í gegnum fasteignaviðskipti sem nokkru sinni hefur orðið. Já. Því að við náttúrulega áttuðum okkur á að hérna áður voru oft mjög mikil vandamál. Það var þannig að það var nánast óheft aðgengi inn í greinina. Oft var þetta kannski einn fasteignasali og hann gat haft hjá sér jafnvel tugi starfsmanna sem voru ófaglegir og höfðu. Fólki vildi reyna að gera vel en það bara hafði ekki kunnáttuna.
Og það alveg ljóst að þetta gat ekki haldið áfram með þessum hætti sem var. Nei. Því að eins og við auðvitað þekkjum að þarna ofta að ræða stærstu viðskipti sem fólk á lífstíðinni, það með alla sína peninga undir. Já. Og það verður að vanda til verka í gegnum allt ferlið. Já, það skiptir miklu máli. Þetta algjört lykilatriði. Já, það tók tíma að ná þessu gegn. Mikið lifandisósköp. Já. Þetta voru mörg ár sem þetta tók. Já. Og við áttum margáttu samskipti bæði við ráðuneytið og Alþingi. Já. Og svo endaði nú með því að við bara fengum neytendasamtökin með okkur. Já. Áttum fund með neytendasamtökunum og þau studdu okkur heilsugar. Já. Svo við unnum bara saman að því í sameiningu að vinna því að skapa sem traustasta umgjörð í kringum þessi fasteignaviðskipti. Það sem hjálpaði okkur auðvitað líka á þessum tíma að það höfðu verið gerða gagngera breytingar í eins og Noregi og Svíþjóð. Já. Þannig að það var hægt að horfa mjög til þess og þeirra athugasemd og annað og af hverju var verið að gera þær breytingar sem þar voru. Já, þið voru með rökstuðningi fyrir hendi. Algerlega. Já. Og svo þegar á leið þá áttuðu allir segja að þetta var það eina rétta sem þurfti að gera og ég held í dag sé ekki nokkur sem í efa það hversu vel hafi tekist til. Já, það þið sjáuð heilmikið mun á fasteignamarkaðinum og það ekki að koma upp sömu vandamál eins og áður fyrr. Þetta bara allt önnur staða. Já. Staðan allt önnur og ég þekki það bara að í gegnum eftirlit með fasteignasölum og önnur að það var gríðarlega mikill málafjöldi hérna áður sem kom vegna umkvartana störf. Já. En það bara dropi í hafið af þeim málum sem kom inn í dag. Þetta örfá mál í rauninni sem að koma inn í dag, það sem verið að gera eitthvað svona, í rauninni alvarlegar athugasemdir, bara sem betur fer og það tel ég sé algjörlega þessari nýju löggjöf að þakka. Því í dag í rauninni getur enginn starfað í greininni nema að vera með löggildingu og þar af leiðandi þá menntun og reynslu og alla þá þekkingu sem til þarf til að sinna þessu starfi. Það frábært, það mjög gott að vita af ykkur og við vitum hvert við að leita þegar við erum í fasteignaviðskiptum. Alltaf velkomið að ringja. Takk. Sömuleiðis. Fleira verður ekki í þættinum að sinni, en við sjáumst að viku liðinni. Verið sæl.